kannski taka eitthvað loka hurðina þannig að menn fara ekki að reiðast inn. Jæja, kæru vinir. Og félagsmenn auðvitað í stúdentafélaginu og stjórnarmenn og gestir sem álpuðust hérna inn á þennan ágæta fund. Það auðvitað mjög ánægilegt að vera hérna á Kringlukráni sem eins og þið þekkið sögulegur staður. Þetta náttúrulega með lífsegari og rótgrónari öldurhúsum bæjarins en var opnað, skilst mér, á bjórdeginum sjálfum 1. mars 1989. Þannig að þetta sannarlega sögulegu vettvangur, frelsis og framfara ef mönnum þykir þetta framför. Og mjög viðeigandi að vera hér og stúdentafélagið auðvitað líka framfarafélag. Eins og Björn Jón segir, eitt elsta starfandi félag landsins. Og svona fyrir mér að mörgu leyti, ég held að markmiðið sé formlega þetta að stuðla því sem kallað blómlegt og þjóðlegt stúdentalíf. Og stúdentalíf, náttúrulega í víðum skilningi, bara líf þeirra sem eru stúdentar. Og þetta kannski svolítið framandi í raun og veru flokkun fyrir okkur núna, en var náttúrulega bara lýsing á mannlífinu í víðari skilningi þá. Og það þessi áhersla sem ég bara mjög ánægð með, þessi þjóðlega áhersla í félaginu sem ég ætla líka svona aðeins að fjalla hérna í víðum skilningi í dag. Við erum náttúrulega núna einmitt komin í þá stöðu að ég og Björn Jón við álpuðumst inn í stúdentafélagið og ég var svona bara með honum í þessu að hluta til og þarna núna komin á Alþingi fyrir Miðflokkinn og svona þar áfram að hluta til að reyna að beita mér fyrir svona þessu sem ég vísa til hérna, að huga að okkar sögu, okkar menningu, okkar lífsgildum og svo framvegis og það náttúrulega risa stórt og við getum byrjað á að vera háflegir og vísaði Snorra Hjartarson sem sagði land, þjóð og tunga, þrenning, sönn og ein. Og hann meinti eitthvað með þessu, þar að segja sko þetta þýðir eitthvað ákveðið hjá honum að land, þjóð og tunga sé eitthvað sem binst órjúmanlegum böndum. Og mér finnst þetta mjög mikilvægt að átta sig á því að það ástæði fyrir þessu orð eru samin hjá Snorra Hjartarsyni miðja síðustu öld og voru samin svona sem andstæða við í andstöðu skyni, mótmælaskyni við inngöngu í Atlantshafsbandalagið. Og ég meina, sitt sýnist hverjum það svona hversu vel sú afstæða hefur elst, en orðin lifa og það ástæða fyrir þau lifa vegna þess að þau eru sönn. Það að segja, það einhver tenging á milli lands, þjóðar og tungu og það svona það sem mér finnst svona skolast til í umræðinu að hluta til, ef maður finnur fyrir umræðinu þjóðmál og þjóðerni almennt, sko, að það svona eins og það sé bara eitthvað, já, eitthvað land og einhver þjóð og einhver tunga. En þetta miklu meira samverkandi að mínum mati. Við sjáum þegar við prófum að taka þjóðina og tunguna hennar úr landinu og fara til Vesturheims eins og við gerðum hérna á ofanverðri 19. öld, að þá var það mjög fljótt að gerast að þetta skolaðist allt saman til, bæði þjóðarhugmyndin og tungumálið og fólk varð hluti af einhverju allt öðru í raun og veru. Þannig að mér finnst það alveg augljóst að þetta svona samofið og vestur Íslendingar eru náttúrulega mjög áhugaverðir og ég hugsa stundum það í okkar samtíma því það eru miklar pólitískar deilur og ég finn fyrir því mjög vel í stjórnmálunum að já, svona fólk getur verið mjög ósammála manni, þetta getur verið mjög beitt, það getur verið mjög skarpar deilur og ég hugsa stundum það í sambandi við þessa hugmyndum þjóð, sko, að við séum Íslendingar og ég hugsa vestur Íslendingarnir, hugsa að ef að svona þeir sem ég svona mest ósammála í pólitíkinni, ef að við getum bara kannski tala saman, sko. Það kannski staðan stundum í dag því miður að maður getur eiginlega ekkert átt neinn samtöl vegna þess að þetta svona orðnar tvær fylkingar og einhvern veginn það að gerast allan heim, en ég hugsa, ok, ef að við erum flutt í annað land, myndi þá þjóðernið binda okkur saman, myndi við þá ná saman á nýjan leik, þannig að það er svolítið áhugavert að leika sér að þeirri pröfu, sko, og ég held það. Ég held að þá myndu menn bindast einhverjum nýjum böndum. Það allavega mín kenning. Vestur Íslendingarnir hins vegar, af því ég vil aðeins að skoða sögu þeirra, það var ekki endilega það sem gerðist nákvæmlega hjá þeim heldur, fjallað það að þeir þegar komið til nýja Íslands hafi liðið, eins og það var sagt, tilfinnanlegt hungur, þeir lenti í bóluveiki, lenti í vatnsflóðum
og svo kom það sem reyndist þrautin þyngsta trúmálaflóðið, svokallaða, eins og því var lýst í tímaritinu Baldri 1903. Og trúmálaflóðið fólst í því að Íslendingar við komuna til nýs lands skiptust fljótlega að hluta til allan eins og því lýst í tvær svona grunnfylkingar, þar að segja svona klufu sig í sundur frá hver öðrum sko trúarlega, þar að segja svona íhaldsamir lúterstrúarmenn og síðan svokallaðir unitarar sem klufu sig eins og ég skil þetta frá lúterska söfnuðurum og boðuðu svona meira í róttækni, frjálslyndi, víðsýni. Þannig að þetta var svona að einhverju leyti ef maður sér þetta héðan frá einhver ákveðin hægri vinstri skipting sem varð hjá Vestur Íslendingum og hún varð á trúarlegum grunni og það er svona líka svolítið það sem ég langaði að ræða hérna í dag og það er þessi skörun eða blanda eða að hvað leyti eru trúarbrögðin stjórnmál í raun og veru og stjórnmálin orðin að trúarbrögðum. Af því að þegar við leggjum niður fyrir okkur, þegar við reynum að grafast fyrir það í okkar samtíma, af hverju þessi hugmyndafræðilegu átök taka svona mikið á, að þá er ein kenning í málinu að velta bara fyrir sér, eru þetta bara hreinlega trúarbrögð? Er pólitíkin orðin að trúarbrögðum? Þar gerðist þetta þannig í vesturheimi allan, hjá Íslendingum, að það að segja, hinn trúarlega deila var í raun og veru bara deila samfélagsmál, þar að segja, sko, þessir frjálslyndu trúar, þeir sem voru þeim megin voru þá að hugsa sósíalisma, lýðræðisumbætur, auðsöfnun, stríð, róttækni í kynjamálum og svo framvegis. Þannig að það gerðist svona á trúarlegum grunni en var þá í raun og veru pólitík og við eigum auðvitað að sjá þetta sko í útlöndum ef við erum að heyrum deilur á milli súnníta og sjíamúslima. Þá fattar maður að þetta er trúarbragðadeila en þetta er pólitík í raun og veru líka en við sjáum þetta ekki hjá okkur sjálfum að hve miklu leyti pólitíkar okkar er að verða og snúast upp í trúarbrögð, kannski verður alltaf verið þannig. Annar punktur að því ég nefni þessa róttækni í kynjamálum, lýðræðisumbætur, sósíalisma, þetta voru svona deilu þættir í þessum trúardeilum. Annar punktur var hugmyndin þjóðerni og við getum náttúrulega gert okkur í hugarlund að hugmyndin þjóðerni hafi verið, já, töluvert flóknari hjá Vestur-Íslendingum en hún er hjá okkur í dag. Þeir náttúrulega voru rifnir upp með rótum að einhverju leyti og vissu náttúrulega margir hvort þau væri að koma niður fara. Eins og Klettafjallaskáldið orti, þó þú langförull legðir sérhvert land undir fót, bera hugur og hjarta samt þíns heimalands mót. Það er að segja, hugurinn og hjartað báru mót heimalandsins, en þau voru komin eitthvað allt annað, þannig að þau vissu ekkert alveg hvað þau voru og þannig var þetta í nokkra kynslóðir. Og spurningin hjá þeim og í þessu pólitísku deiglu sem þá var að hve miklu leyti gefur hugur og hjarta eftir og við verðum þá að einhverju öðru hér á nýjum stað. Og í grein Vilhelms Vilhelmssonar sagnfræðings þá er fjallað það að á meðal vestur-íslensku róttæklingana, það er að segja frjálslynda fólksins, þá hafi mun fljótar farið að bera á því að íslenska þjóðernið hafi skipt minna máli en þá þessi stóru pólitísku mál samtímans, það er að segja eins og ég var að tala sósíalisma, allt þetta. Það er að segja íslenska þjóðernið var þá aðeins undir, þeir fóru að tala fyrir því þessi róttækustu að já, Íslendingar þyrftu kannski ekki að halda sér sem sérstökum flokkin eitt lengur og þannig fjaraði þetta út hægt og rólega. Þannig þróaðist það í Vesturheimi og maður horfir á þetta og reynir að nota þetta til að hjálpa sér að greina okkar eigin samtíma, okkar eigin trúmálaflóð sem eru sannarlega að dynja á okkur og í kannski sífellt auknum mæli. Ég lít svo á að trúarlegi þátturinn sé náttúrulega mjög áhugaverð leið til þess að linsa til þess að skoða pólitíkina því að hvað annað skýrir þessa heift sem ég tala að það er að segja ef að ég, verandi sá sem ég er svona tiltölulega íhaldsamur karlmaður, hitti einhvern sem er haldinn woke heilavírusnum eins og ég kalla hann, en í raun og veru í huga viðkomandi er viðkomandi bara haldinn mjög sterkri réttlætiskennd, þar sem við sjáum hlutina mjög ólíkt. Hvað annað getur valdið þessari grundvallar heift sem menn hafa út í hver annan á grundvelli þessara hugmynda en bara einhvers konar trúarhiti? Og ef maður skoða wokeismann meira sem trúarbrögð, þá náttúrulega og þetta hefur verið fræðilega kannað og rannsakað og menn hafa velt þessu fyrir sér að hvað leyti þá þetta hegðar sér þessi hugmyndahreyfing eins og trúarbrögð og tekur að mörgu leyti eða stelur eftir því hvernig maður lítur á það ákveðnum þáttum úr kristninni auðvitað. Þú ert með þarna
réttlætiskenndina, þú ert með samúðina, með lítilmagnana, þú ert með þessa manngæsku, þessa sjálfsfórn. Þetta eru þættir sem eru úr þessum kristna vefnaði samfélags okkar. En að einu leyti hefur reyndar fólk bent á að þeir glemdu að taka fyrirgefninguna inn í þetta, en það er að segja, sko, það er að mörgu leyti hægt að líta þannig á þetta, og ef við gerum það, þá getum við líka spurt okkur, sko, hver er þá staða, ef við skoðum þetta sem trúarbrögð, hver er þá staða þjóðernisins í þeim trúarbrögðum og staða þjóðarhugtaksins yfirleitt í þessari sjálfsfórnunar stemningu og fórnarlamsdýrkun að hluta til. Nú, ef við horfum á stjórnmálin í víðum skilningi á þeim nótum, þá sjáum við að við erum með stjórnmálastétt sem lætur það til dæmis óátalið hér á sínum tíma þegar sveitarfélag Mýrdalshreppur, þegar þeir boðuðu það að þeir væru búin að færa stjórnsýsluna yfir á ensku að hluta til, búin að stofna einhvers konar enskumælandi ráð, og þetta er svona að mati náttúrulega fólk sem fylgist með þessu, þetta eru svona spor sem hræða, og þegar við erum með stjórnmálastétt, ef við horfum í wokeismann, þá lætur hún þetta alveg átalið, og ekki aðeins það heldur fær Mýrdalshreppur verðlaun, sérstök verðlaun frá byggðastofnun sem er opinber stofnun fyrir þetta skref. Og þar erum við með þessa fórn, að fórna sjálfum sér, að hættan á að eitthvað reynist útilokandi fyrir þá einhvern annan, hún þá verður okkar hagsmunum yfirsterkari, og við endum á að fórna þá móðumálunni ef maður tekur mjög djúpt í árina gagnvart þessari þróun, sem að maður náttúrulega, allan að ég lít á mitt hluta sem stjórnmálamanns að horfa okkar einasta pínu litla skref í þessa átt sem mjög alvarlegt skref, vegna þess að svona vindur upp á sig. Hvað er það annað en náttúrulega svona ákveðin blind trú á mjög óraunhæfar hugsjónir að til dæmis neita að horfast í augu við þá stöðu sem er komin upp í íslensku skólakerfi. Það sem er komið með kannski bekki, það sem er með 10 móðumál í staðinn fyrir 1 sameiginlegt móðumál, og það er orðið augljóst við slíkar aðstæður að kennarinn getur ekki sinnt starfi sínu. Það er bara, hann getur auðvitað haldið uppi einhverjum grunnaga ef hann er heppinn, en að kenna með svona markvissum hætti get ég séð fyrir mér, og ég hef heyrt að er bara verulega flókið þessar aðstæður. En fólk á mjög erfitt með að horfast í augu við þetta vegna þess að þá er maður kominn inn á einhverja umræðu sem er talin svo hættuleg og framvegis. Og ef maður síðan lítur á það hversu raunverulega alvarlegt ástandið er út frá til dæmis leikskólunum, þar sem að annarar kynslóðar innflytjendur hér á landi, þessi risa stóri hópur eins og hann er orðinn í seinni tíð, ætti að eiga möguleika á að tileinka sér tungumálið. Þetta ætti að vera þeirra séns að tileinka sér tungumálið til þess að síðan geta mætt inn í almenna skólakerfið og átt séns þar. Þar er sú staða komin upp, og ég þekki það af eigin raun, að fólk fær ekki íslensku mælandi fólk til starfa á leikskólanum. Og þá náttúrulega útskrifast eins og mörg dæmi börn sem eru einmitt annarra kynslóðar innflytjendur án þess að læra íslenskuna á leikskólanum og koma þá inn í skólakerfið, og þar heldur vandamál áfram og vindur upp á sig. Og þetta er svo mikill fjöldi að eins og ég hef hugsað þetta, þá er þetta náttúrulega ákveðin tímasprengja ef maður lítur svo á af svona framtíðar afleiðingum þess að vera með svona stóran hóp sem er mjög ólíklegur til þess að ná tökum á því sem við þurfum á því að halda að menn náðu tökum á þetta inn í kerfinu. Þannig að, þú veist, það sem ég er að benda á er að hér er orðin til vítarhingur í tungumálinu, augljós og á mörgum sviðum, en trúarlega sannfæringin, eða trúarlega firringin í þessu tilviki, felst í því að segja nei, þú veist, við ætlum ekki að ræða þetta, við ætlum ekki að horfast í augu við staðreyndirnar, heldur bara einhvern veginn halda áfram á sömu braut, án þess að í raun og veru staldra við og horfast í augu við það að innflytjenda stefnan á Íslandi á síðustu 2-3 áratugum er augljóslega orðin og hefur reynst fullkomlega ósjálfbær með öllu. Það er að segja, að geta ekki horfst í augu við það er hluti af þessu sem ég held að sé ákveðin trú, að vera svo hjartarheitni trúnni að þú getur ekki, og ég lenti í deilu þetta, ég mátti ekki segja að það væri vandamál í tengslu við útlendingastefnuna hérna á Íslandi. Það má bara ekki segja að það sé vandamál. Af því að fólk er svo hjartarheitni trúnni að það verður að segja sér að, sem er náttúrulega skemmtilegasta finningin í þessu öllu, nei, við þurfum meira af því sama. Við þurfum að opna faðminn meira. Við þurfum meiri inngildingu, eins og það er kallað, sem er þetta nýja orð sem var einu svona aðlögun þegar fólk kom og aðlaði samfélaginu og svo framvegis. En síðan er komin þessi inngilding sem er náttúrulega mjög flókið fyrirbæri. Hvað þýðir inngilding í þessu samhengi? Þegar við erum að tala til dæmis
íslenskuna? Jú, inngilding myndi felast í þessu auðvitað að kenna íslensku í meira mæli. Að stór auka framboð á íslensku kennslu fyrir útlendinga sem stjórnvöld hafa látið sitja á hakanum. Ég var að lesa stjórnarsáttmála frá 2007 þar sem var talað að gefa í þessu efni. Þannig að ég fyllst ekki með mikilli von þegar ég las það á að ef við tækjum ákvarðanir núna getum við svo sannarlega hrint í framkvæmd og lagað ástandið. Staðreyndin er sú að aukið framboð af íslensku kennslu er sannarlega verðugt og mjög nauðsynlegt markmið, en það er á engan hátt, eins og ég sé stöðuna núna, að fara að ná að snúa þeirri þróun við sem er nú þegar hafin. Það er það sem er svolítið sorglegt í þessu. Að staðreyndin er bara svo að það er ekki nægir hvatar í samfélaginu til þess að læra íslensku og svo er sorglegast af öllu sú staðreynd að með hverju árinu sem líður þá er þetta ekki að skána eins og við einhvern veginn stundum ímyndum okkar, í bjartsýni okkar. Þetta er að versna í þessum skilningi vegna þess að hvatarnir með hverju árinu sem líður þar sem að fleiri tala ensku og fólk verður rólegri gagnvart því, þá er þetta spírall, þetta heldur bara áfram að versna. Ok, það er þá inngildingin í íslensku kennslunni. En hvað er inngilding ef við horfumst yfir þetta að við munum ekki ná að kenna svona mikið af fólki íslensku á svona stuttum tíma? Inngilding þá er það sem við sjáum í Mýrdalshreppi. Það er að segja, inngildandi málumhverfi er auðvitað að leyfa fólki að hafa aðgang að umhverfinu með því að hafa það á tungumáli sem fólk skilur. Og það er þá enska. Og það er í raun og veru, sko, við sáum ekki nefnt dæmi, þetta er ekki bara í stjórnsýslu, heldur náttúrulega allstaðar, ég get nefnt dæmi frá því í fyrra, þegar það var verið að fagna 80 ára afmæli lýðveldisins þann 17. júní, sem er verðugur áfangi, mikið tilefni og íslensk stjórnvöld boðuðu að þau hefðu gefa út bók fjallkonuna Fríðu, sem er þjóðartáknið og sem er held ég runnið undan rifjum Bjarna Thorarensen upphaflega, en hefur svona fyllt okkur gegnum tíðina og er mjög mikilvægt tákn í okkar svona þjóðmenningu. Og þá átt að fagna þessu með útgáfum bókum sögu táknsins sem er líka mjög verðugt framtak. En ég man eftir að hafa lesið fréttatilkynningu á vef Stjórnarráðsins, ég var sem blaðamaður en ég var að skoða þetta og ég man að það kom þessi frétt að núna ætti að gefa út sérstaka bók á vegum forsætisráðuneytisins þetta þjóðartákn. Og ég hugsaði, þetta er full þjóðlegt fyrir þessa ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Ég hugsaði hvar liggur hundurinn grafinn, hvert verður smáaletrið, hverjir verða fyrirvararnir, hver verður afsökunarbeiðnin og þannig að ég vildi ekki alveg kaupa þetta og svo fekk ég bókina í hendurnar og þá kemur það í ljós að hún er á ensku og pólsku, auk íslensku, það er að segja aðalega íslensku þannig að maður segir það alveg rétt, en ensku og pólsku líka. Það er að segja bók sem er að fagna 80 ára lýðveldisafmæli er á ensku og pólsku og það er rökstutt í bókinni með svofelldum hætti og Bjarni Benediktsson var tekinn við þá og skrifaði þennan inngang sem forsætisráðherra. Hann skrifur hátt í 20% landsmanna er af erlendu bergi brotin og ekki alin upp við þessi þjóðartákn. Því var ákveðið að þýða útdrætti úr öllum greinunum og vonandi verður bókin til þess að varpa ljósi á merkingu fjallkonunnar fyrir alla landsmenn. Og þá var komið þetta lykilorð, fyrir alla landsmenn. Og ég, sem er alltaf bjartsýnn og hress, leit náttúrulega á þetta sem viðurkenningu þess að þarna eru menn komnir í þá stöðu að þeir geti í raun og veru ekki haldið upp á þessa hluti eða gert eitthvað fyrir alla landsmenn nema með því að vera með það á útlensku líka. Og það þarf ekki einu svona að horfa á þetta tilraun til þess. Maður getur bara hort mjög víða í okkar samfélagi. Hvort sem það er á veitingastöðum eða á skiltum, á sorpu, dagskrárefni Ríkisútvarpsins. Nú er svo komið að Ríkisútvarpið heldur úti töluvert þróttmikilli starfsemi á bæði ensku og pólsku. Sumt af því efni er í raun og veru bara skrifað á útlensku fyrir útlendinga. Það er að segja bara skrifað á pólsku og hefur aldrei viðkomu í móðurmálinu. Hefur aldrei, það er að segja bæði enska og pólsku efni. Það er bara, ég get ekki lesið þessar greinar. Þetta er bara í raun og veru fyrir einhverja aðra en mig og ég er nú ekkert fúll út af því. En það er svona prinsipatrið í þessu. Á sama hátt þá sjáum við á forsíðu RÚV að þegar mikið liggur við, þá er oft frétt líka á ensku. Og ég spyr mig þá, fyrst að við nálgumst málið svoleiðis, á hvaða tímapunkti eftir því sem hlutfall erlendra íbúa eykst og ég meina það er alltaf einhvern veginn látið eins og það sé eitthvað skrítið að nefna það eftir nokkra áratugi, 3-4 áratugi kannski, eins og þróunin er einmitt núna, við getum náttúrulega ekki gert ráð fyrir það að hún haldist óbreytt, en eins og þróunin er akkurat núna, þá verða erlendir íbúar komnir til helminga við Íslendinga hérna, þannig að á hvaða tímapunkti verður einmitt inngildandi
að hafa til dæmis áramótaskaupið á ensku? Ég meina það spurningin. Og það svona spurningin sem að verður því miður sem bara, ef maður ætlar að tileinka sér þessa skynsamlegu bölsýni gagnvart þessu máli, að halda svolítið á lofti. Þannig að þetta mikla breytingar í pólitíkinni. Og ég velti fyrir mér að því ég tala þetta á svona trúarlegum nótum. Ástæðan fyrir því að ég vil líka nefna trúna í þessu samhengi að sko, mér líður eins og þetta séu svo róttækar breytingar á því hvernig fólk nálgaðist einmitt varðstöðuna tungumálið annað eins. Að það geti eiginlega ekkert annað en einmitt svona einhver ákveðin svona trúarleg sinnaskipti leiða baki því að þetta breytir svona hratt. Að við raun og veru hugmyndir fara inn í meginstrauminn og réttlætingar fara inn í meginstrauminn sem höfðu þótt óhugsandi hérna á árum áður. Og í þessum, að maður haldi áfram að tala tungumálið en líka út frá sko vinkli bara okkar Íslendinga, þar að segja hvernig við nálgumst tungumálið. Í þessum woke trúarbrögðum þá náttúrulega erum við með svona ákveðna áherslu á það að viðkvæmnin sé í raun og veru mikilvægara tilfinning en sko mikilvægara en áherslan á verðleika. Og það er að segja það grunnurinn að þessu, við erum alltaf að tala hver grunnurinn að þessu og hver ræturnar að þessu og ég ekkert hrifinn að þið þurfa alltaf að greina allt út frá wokeisma, þetta alltaf óheppilegt hugtak og svo framvegis, en ef við höldum áfram þeim nótum, ég meina á hvaða tímabúti komast menn að þeirri niðurstöðu til dæmis, menntaðasta fólk okkar á sviði íslenskrar tungu að það væri ekki til neitt sem heitir rétt eða rangt mál. Það náttúrulega í svipuðu hugmyndafræðilegu umhverfi að það kemst fólk að þeirri niðurstöðu að málrækt og málvöndun og þessi áhersla á fagurt mál sé einhvers konar kúgunartæki menningarlegar yfirstéttar og náttúrulega út frá kennisetningum svona félagslegs marxisma þá ber náttúrulega að úthýsa því og banna allt sem heitir einmitt áhersla á rétt og rangt mál og allar svona leiðréttingar eru þá bannfærar. Og ég er náttúrulega ekki að tala fyrir því að maður leiðrétti menn þannig þessu ókurteisir en svona að halda í eitthvað svona ákveðið regluverk í tungumálinu. En það er náttúrulega gert af þessum sömu forsendum að fólk lítur svo á að já, þetta sé í raun og veru bara það viðkvæmt fyrirbæri tungumáli og það er svona hluta til ástæðan fyrir að ég féllst svolítið á röksemdirnar í þeirri hugmyndafræði að maður ætti að hætta að tala rétt og rangt mál er að þá hóta fólk því sko að ef þú ert alltaf að leiðrétta fólk þá er það svo viðkvæmt að það mun hætta að tala tungumálið. Þannig að mér var seld þessi pæling og þá hugsaði ég ok, þá náttúrulega fellst ég á að það sé ekki til neitt sem heitir rétt eða rangt mál ef að það að líta svo á að til sé rétt eða rangt mál þýðir að við munum ganga frá tungumálinu döðu. En þannig að maður koma kannski svolítið djúpt í þetta en þetta kannski það sem ég vildi benda á er að sko, mér finnst það svo mikill misskilningur að málrækt og málvöndun sé eitthvað frá einhverju menningarelítu eða mennta yfirstétt. Þetta er eitthvað sem Íslendingar hafa stundað allar aldir hér frá byggð. Það er að segja sko marxíska trúin, hún sér alltaf skrattar í hverju horni og tekur eitthvað sem er fullkomlega eðlilegur hluti af þjóðlífinu og gerir það að þessu stóra kúgunar vandamáli. Og já, ég meina við höfum notað þetta og ég man að ég sem ungur maður í menntaskóla, það var að mörgu leyti þannig sem ég öðlaðist ákveðna ástríðu fyrir tungumálinu vegna þess að það var þetta tilboð að þarna væri takmarkalaust svigrúm til bætinga innan tungumálsins. Þú getur gert það þínu, þú getur lært það fullkomlega, þú getur orðið fullnuma og tala eins fagurt mál og hugsast gæti, en þá þurftur að læra ákveðna reglur. Það er að segja, ef þetta er leikurinn á tungumálu þá þarftu reglur. Þú getur ekki bara haft engar reglur. Og reglurnar eru leikurinn. Maður er ekkert að niðurlægja fólk fyrir að tala rétt eða rangt mál, maður er að bæta sjálfa sig. Þetta er andleg viðleitni. En þetta er brennimert sem eitthvað vandamál og þetta er það ekki. Og það er alveg í raun og veru mjög mikilvægt að átta sig á því að þetta er hluti af því að halda lífi í tungumáli. Þetta er hluti af því að laða ungt fólk til ástríðu fyrir tungumálinu er að segja, heyrðu, það er til eitthvað sem heitir fagurt tungumál, sko, vel skrifað eða vel mælt, það er til eitthvað sem heitir þetta og svo er til eitthvað sem heitir bara óskýrt og tilgangslaust og heimskulegt. Og ég meina, ef þú orðar hlutina vel, þá ertu með skýra hugsun. Það er líka eitthvað sem ég og Björn Jón hefum til þess rætt. Það er margt annað í þessu. Ég nefni náttúrulega menn, ég segi menn, ég gerir svo kræfur. Og það er náttúrulega hluti af þessu eins og Þórarinn Eldjárn talaði einhvern veginn á fundi hjá okkur að menn hafa verið að bera út ró tungumálið að það sé svo karllægt og náttúrulega samkvæmt þessu marxisma þá er tungumálið náttúrulega ef það er karllægt þá er það mjög ranglátt og óréttlátt.
Og þess vegna kemur til þetta kynjamál sem sannarlega hluti af þessu sama sem ég að tala þessum trúarbrögðum sem grafa sig og þá sér maður það á fólki. Og þess vegna segi ég alltaf og reyna að benda á að þessi ákvörðun að tala sem sagt svona málfræðilega rangt, að segja öll en ekki allir og svo framvegis, að því að bara þannig að taka það líka fram að þetta hlutlaust að segja, heyrðu, enginn mættur. Það í málfræðilegu karlkyni en það hefur ekkert að gera með eitt karl. Eða allir eru þreyttir. Það heyrir þetta enginn og hugsar að það sé verið að vísa til karla. Það eins og að tekin pólitísk ákvörðun að draga einhverjar nýjar ályktanir á tungumálunum og markmiðið með því, þannig að það sé skýrt, ekki að ná utan einhverja merkingu sem þarf að vera að vísa til. Það ekki að ná utan einhverja nýja hópa. Það einfaldlega að gera ákveðið pólitískt vopn úr tungumálunu. Þar sem að þú merkir því hvort þú sért í rétta liðinu eða ekki. Og þetta alveg gríðarlega til mikill óþurfta í okkar samfélagi. Einmitt þegar ég var að tala þessa trúarlegu og pólitísku skiptingu, að þá getur fólk merkt sig hvernig það talar og þá náttúrulega ef maður búinn að gleypa þá svörtu pillu að byrja að fylgjast með þessu, þá maður náttúrulega bara allstaðar að horfa á fólk byrja að tala svona og hugsa, ok, þá ertu komin í ákveðið lið. Og þetta sannarlega einmitt, eins og ég segi, til þess fallið að sundra þjóðinni en ekki sameina hana. Og ég hugsa stundum, með því að berjast gegn þessu, ég þá að hluti af vandamálinu og ég ekkert sannfærður að svo sé ekki, en ég meina ég mun deyja þessum hól, kannski munu líða 30-40 ár og þau munu ná að neutralísera mig og drepa niður andan, en ég vona ekki. Og ég að tala að sameina og sundra og það náttúrulega lykilatriði í þessu. Það í þessari pólitík og þessari trúarlegu og það með trúardæmið sko. Þú merkir þið með tungumálinu. Þetta eru trúarbrögð að einhverju leyti sko. Að sameina og sundra og við erum að tala líka hérna á vettvangi stúdentafélagsins. Við erum að tala stúdentar okkar, framhaldsskólana. Af því ég að tala það sem sameinar ekki og sundrar ekki, það að segja sagan okkur, það að segja þessi virðing fyrir forfeðrunum, virðing fyrir þeirri ótrúlegu staðreynd að menn hafi enst hérna frá 870 og allar götur hingað. Sú saga, ég fæ orði í eyra úr framhaldsskólunum að sögukennslu fari mjög hrakandi. Og þetta hluti af þessari heildarmynd að sagan okkar einhvern veginn víkur fyrir einhverju alveg nýju sem eins og gerist hjá róttæklingunum í Vesturheimi sko, að þess að saga, þetta þjóðin, þetta víkur fyrir einhverju alveg nýju og meira spennandi. Það sem ég heyri úr framhaldsskólakerfinu að nú geturðu til dæmis komist í gegnum framhaldsskólakerfið með ákveðnum árangri án þess að taka svo mikið sem einn áfanga í sögu. Og þetta hefði þótt nokkuð galið fyrir 20-30 árum. Ég held að þetta hafi bara verið hluti af prógramminu að fara í sögu en núna til dæmis hægt að komast í gegnum nám á ákveðnum stöðum án þess að taka svo mikið sem einn áfanga í sögu. Á sama tíma erum við til dæmis eins og í Borgarholtsskóla þar sem sagt að þú getur komist í gegnum skólan og framhaldsskólanám án þess að taka áfanga í sögu en ekki án þess að taka áfanga í kynjafræði. Þannig að þar jafnvel þótt þú ætlir í bifvélavirkjun þá þarftu að taka áfanga í kynjafræði. Vertu velkomin Ólafur, við erum hérna í stóru málunum. Fáðu sæti. Ég var að segja frá því að þú getur komist í gegnum íslenska framhaldsskóla án þess að taka áfanga í sögu en sums staðar kynjafræði, svokölluð, orðin að skyldu, eins og í Borgarholtsskóla. Og ég spyr mig í því samhengi, og þetta jafnvel þótt þú ætlir að fara í bifvélaverkjun eins og ég sagði, og svo ef þú vilt breyta í stúdentspróf þá þarftu samt að það ekki að taka sögu, mér sagt. Og þetta áhugavert út frá ákveðnu lögmáli í kerfisfræðinni sem heitir A purpose of a system is what it does. Það að segja tilgangur tiltekins kerfis það sem það gerir. Þannig að ekki að horfa á yfirlýst markmið, ekki að horfa á stefnuna, horfa bara á hvað kerfi gerir. Og hvað gerir kerfið þarna? Það segir náttúrulega saga Íslands aukaatriði. Skiptir ekki máli, ætlum ekki að leggja áherslu á það. Óháð því hvaða árangur við náum almennt í sögukennslu í skólum. Ég ekkert á því að hann sé endilega alltaf til fyrirmyndar. En hvað gerir samt kerfið? Það sendir þessi skilaboð að þessi nýja pólitíska grein kynjafræði sé einfaldlega mikilvægari. Og það áfram hluti af þessum ríkistrúarbrögðum af því að maður spyr sig sko á hvað Alþingi Íslendinga þetta? Var einhver umræða þetta? Nei, þetta bara gerist svona í kerfinu. Það eru bara einhver ríkjandi trúarbrögð. Það gerir engin athugasemd við þetta þegar þetta kemur.
skólakerfið stytt niður í 3 ár, samt svara allir stjórnmálaleiðtogar því játandi árið 2021 í kosningasjónvarpi að kynjafræði ætti að vera skyldugrein í öllum framhaldsskólum, án þess að vita hvað felst í þessari kynjafræði, áttast enginn á því. Samt búið að stytta skólan, þannig að þetta setja allt í fyrsta sæti. Skólakerfið náttúrulega, ef þú ert með þetta í fyrsta sæti, þá náttúrulega menntun og einmitt virðing fyrir sögunni og svo framvegis, eitthvað sem miðum við að skólakerfið ætti að gera, komið einhvert annað en í fyrsta sæti. Þannig að þetta eru þessi ríkis trúarbrögð í einhverjum skilningi. Í kynjafræðinni, hvað er verið að gera þar? Piltum eru innrætt sannindi í þeim dúr að þeir séu einhverjir allsherjar kúarar kvenna í gegnum tíðina. Það er ákveðin svona erfðasynd sem þeir eru fæddir með samkvæmt þessum fræðum, ábyrgir fyrir þessari sögulegu allsherjar kúgun kvenna og auðvitað allra jaðarsettra kynja eins og Ríkisútvarpið orða það. Þetta er að mörgu leyti hugmyndin í kynjafræði. Á sama hátt er konum þá kennt að þær séu þá samkvæmt skilgreiningu í þeirri stöðu að þær fái hreinlega aldrei lyft af sér því fargi sem feðraveldið er. Samkvæmt nýjustu skýrslum eru 300 ár í fullt jafnrétti og þannig að sama hve mikið stúlkurnar ákveða eða vilja reyna að ábyrgjast sín eigin örlög, þá eru það samkvæmt þessum fræðum eins og ég skil þau, ég er náttúrulega ekki menntaður kynjafræðingur, eins og ég skil þau þetta frá, þá eru stúlkurnar dæmdar til þess að vera kúaðar konur í kúgunarkerfi, einfaldlega fórnarlömb í eigin lífi. Það er hugsunin í þessu, að mínu mati, eins og ég skil þetta. Ég vissum að einhver ósammála þeim skilningi. En svo er náttúrulega líka það að konurnar eru náttúrulega líka í þessu kerfi að því marki sem það eru ekki kúaðar sjálfar eru þær náttúrulega líka kúarar, það er að segja sko, það eru hvítar og það eru gagnkynhneigðar og það eru forréttindi og það eru menntaðar og það eru í efri millistétt og þetta er raunverulega kennt. Þannig að áttum okkur á því að það er verið að kenna þessar hugmyndir tiltölulega stíft í skólunum. Ég fjallaði þá á sínum tíma að Reykjavíkurborg er með svona þar til gerðan forréttinda píramída, svo kallaðan, upp á veggjum, þar sem að þú færir þessa eiginleika, þú ert karl, þú ert ófatlaður, þú ert gagnkynhneigður, þú ert af þessu litarhafti eða þessu. Þessu svona stilt upp í píramída og börnum gert að finna svona sitt eigið tilefni til að skamma sín fyrir áskapaða eiginleika. Og maður sem hélt að það væri svona eitthvað sem við værum að reyna að hverfa frá. Þannig að það er sannarlega, mér finnst það ekki ofmælt að segja að það er ýmislegt sem bendir til þess að það séu einhverju trúarlegir straumar sem eru þarna undir niðri. Ég gæti nefnt fjölda annarra dæma. Ég er búinn að nefna mörg. Gæti nefnt fjölda annarra. Ég gæti nefnt þau viðbrögð sem ég fékk á dögunum við að skrifa greinarstúf í Morgunblaðið þar sem ég benti mjög vingjarnlega á þann stjórnarskrárvarða rétt frjálsborinna manna á Íslandi til þess að lýsa þeirri lífsýn síns kurteislega að karlmenn gætu ekki fætt börn. Og ég var að segja bara, það var hann maður sem var kærður af ríkisstyrktum samtökum fyrir þau ummæli meðal annars og ég benti á að það væri ansi langt gengið að það væri verið að sækja menn til saka fyrir slík ummæli en það segir ekki neitt. Það finnst alltaf eðlilegt að menn séu sóttir til saka fyrir einmitt, ef við hugsaum þessu trúarbrögð, fyrir svona villu trú að karlmenn geta ekki fætt börn. Þannig að það er sannarlega eitthvað þarna og það er að mínu mati eins og ég lýsi þessu og eins og ég upplifi þetta í stjórnmálunum, það er að mörg að taka og ég vil að mörguleyti endurreisa og bjóða fólki upp á eitthvað svona aðeins annan valkost í þessum málum. Ég er náttúrulega bendi á því að ég ætla ekki að vera flokkspólitískur hér á þessum vettvangi en ég bendi bara kurteislega á það og skilja eftir hjá okkur í þessum umræðum að það eru fordæmi fyrir því að skipta um trúarbrögð í landinu. Það hefur verið gert með góðu og illu, tiltölulega friðsamlega sem það hefur gengið fyrir sig, stundum, kannski ekki í þetta stóra seinnaskipti fyrir sirka 500 árum, þá voru nokkrir hausar sem fugu. En ég meina Þorgeir ljósvetningagóði, hann náttúrulega var búinn að fatta þetta, það var ein lög og einn siður, ella slítið verið sundur friðinn. Ég held að við séum ekkert að fara að slíti sundur friðinn á Íslandi, við erum ekki að fara að slást, en því lýsti samt annar, Einar Arnórsson ráðherra, löngu síðar, hann lýsti því að og sá það þannig að Þorgeir ljósvetningagóði hefði, eins og hann orðaði það, staðið frammi fyrir mesta vandamáli sem forráðamönnum Íslands hafði nokkur sinni mætt. Þannig að í einhverju skilningi þá náttúrulega er þetta ekkert auðvelt og er þetta ekkert einfalt, en
eins og þið heyrið, þá er ég bjartsýnn og ég held að það sé alveg hljómgrunni fyrir því hægt og rólega meðal almennings og þá ekki þeirra sem hafa einhvern veginn tekið þessa trú og náð stjórn á helstu kerfum til þess að bjóða upp á svona aðeins aðra nálgun á málin, þessa gamlu góðu sem kannski er ekkert svo langt í burtu frá okkur í sögunni fyrir 10-20 árum ef við lítum svo á. Ég er ekkert að tala um neitt afturhvarf til fornaldar, heldur bara svona grundvallar skynsemi og grundvallar varðstöðu það sem okkur er kært í íslensku samfélagi. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta, kæru vinir.